Sprengisandur 1997 heitir ný íslensk heimildarmynd sem nú verður sýnd. Sprengisandur 97 í boði Músó á Íslandi. Bílabúð Benna, þar sem jepparnir fást. Þann 7. mars síðastliðinn voru á 300 manns í rúmlega 100 bílum samankomin á Selstöðinni við Vesturlandsveg. Tilgangur þessa fjölmennahóps var að framkvæma það sem ekki hafði tekist fyrir 10 árum að komast yfir íslenska hálendið. Það búið að vera mikill undirbúningur að þessu. Það eiginlega 3 mánuðir og fyrstu bílarnir eru farnir á stað nú þegar að undirbúa. Þeir eru komnir upp í Hrauneyjar og eru að leggja stað til Nýjadals. Við reiknum að þeir verið komnir þarna kannski upp úr hádeginu eða síðasta leið kaffileytið. Við ræsum síðan fyrstu bílana frá Hrauneyjum svona upp úr 12 og þeir verða á ferðinni þarna í dag og allur hópurinn og við reiknum með að miðnætti þá verði flestir komnir í hús og þar komum til með að bíða á okkur þetta veður sem að spáð á laugardagsmorgun. Síðasta ferð endaði þannig að það var fullyrt að svona ferðir yrði aldrei farin aftur. Við erum sannað það núna að það sé hægt að fara í svona veðri á þessum tíma með 100 bíla yfir Sprengisand með þeirri tækni eða breytingu sem orðin á bílum og þeirri þróun sem orðið í leiðsögutækjum. Þannig að ef þessi ferð, ef hún klárast, þá það gífurlega mikill sigur fyrir okkur. Árið 1933 var fyrst farið yfir Sprengisand. Það voru ungir ævintýramenn sem fóru leiðina á opnum Ford T og tók ferðin 12 daga. Íslendingar eignuðust 1000 jeppa á árunum eftir síðari heimsstyrjöldina, sem urðu meðal annars mikilvæg björgunartæki. Það óumdeilt að bílar með drifi á öllum hjólum hafa á fáum áratugum haft gríðarlega áhrif á íslenskt samfélag. Eitt fyrsta afrekið sem unnið var með hjálp slíkra bíla var þegar áhöfn Geysis var bjargað eftir brotleitingu á Bárðarbungu árið 1950. Ferðaklúbburinn 4x4 var stofnaður 10. mars árið 1983 og markmið klúbbsins að gæta hagsmuna félagsmanna, stuðla góðri umgengni landið, ásamt því að efla þekkingu meðlima á öllu því viðkemur útbúnaði fjórhjóladrifsbíla. Í mars árið 1987 var lagt í ferð yfir Sprengisand með 100 bíla. Ætlunin hafði verið að fara með 50 bíla, en á leiðinu upp á hálendið bættist annað eins við, þannig að helmingi fleiri fór í ferðin en áætlað var. Leiðangurinn mistókst. Þátttakendur komust til Nýjadals, en þar urðu snjóþyngsli bílunum ofviða. Þessar myndir eru ferð sem farið var 1987, 2 mánuðum eftir stóru ferðina. Hvernig segðu okkur nú frá túrnum fyrir 10 ára síðan? Já, það var miklu betra veðurrauninni þá heldur en núna. Þá hefði ekki verið hægt að keyra neitt. Svo var leiðsögutæki, nú þetta í hverjum einasta bíl og affelgunar vandamál í stórum stíl. Þannig að ég var nú dregin hálfa leiðina tilbaka. Affelga á öllum og það hékk ekki á dekki finn ég kom upp í 15 pund. Það verið að dregin, þetta náttúrulega háðunga fyrir að dregin til beina. Skipuleggjendur Sprengisandsferðarinnar 1997 notuðu því reynsluna frá því 10 árum áður sem góða áminningu og einsettu sér að gera framkvæmd ferðarinnar í ár hnökralausa. Vitneskjan þá ábyrgð sem fylgir því að fara með á 300 manns upp á hálendið brýndi einnig einbeitingu skipuleggjenda. Í byrjun desember 1996 var skipulagningin komin á fullskrið, hver einasti möguleiki á erfiðleikum var athugaður. Það verið að vinna núna í öllum skúrum og öllum skotum að gera klárt. Nú hafa mennum eitthvað að tala og stefnað. Pabbi minn keypti nú jeppa 76, ferðast mikið með honum og svo þegar maður var 15-16 ára þá byrjaði maður að skrúfa þannig upp í sundur og svo hefur þetta verið alveg sleitulaust.
3 vikum fyrir stóruferðina var farið upp í Nýjadal með birgðir og aðstæður kannaðar. Einnig var farið yfir svokallaða staðsetningapunkta fyrir leiðsögutæki. Áður en lagt var af stað var mikið fundarhöld. Hér Oddur Einarsson formaður að leggja bílstjórunni lífsreglunar fyrir Sprengisandsferðina. Þetta var síðasti stóri fundurinn áður en lagt var í hann. Þennan föstudagsmorgun ríkti mikið tilhlökkun í hinum stóra hópi ferðalanga sem stendu upp á íslenska hálendi. Bensínþyrstir bílar voru fylltir og birgðir keyptar í stórum stíl. Bílarnir fengu síðustu mönnun áður en lagt var á stað. En það var ekki spurning hver helstu óvissu þátturinn væri. Það var vonast til að veðrið verið gott. Það var nú eitthvað að rífa sig upp á morgun en vonum bara skáni strax aftur. Veðurspáin nú ekkert allt og góð, sérstaklega ekki fyrir morgundaginn, en í dag gæti þetta alveg sloppið. Það fyrst og fremst veðrið. Það stærsti óvissu þátturinn og það er erfiðast að rekna með honum. Annað hefur meira og minna verið að hugsa fyrir og segja hvernig á að leysa. Fjallahótelið Hrauneyjar stendur við jaðar hins eiginlega hálendis. Þar var síðasti áningarstaðurinn áður en lagt var á brattan. Farið var yfir bílana og minnkaði loftþrýstingur í dekkjum nokkur pund. Fyrstu hóparnir fóru frá Hrauneyjum hádegi á föstudeginum og ekki þurfti að bíða lengi eftir fyrstu átökunum. Hvað segirðu, hvað er verið að reyna núna? Það var að færa þetta yfir á miðhafsíkuna, svo að reynir minna á það. Hvað kom fyrir? Það kom gat hérna og kerði á stein í kantinum. Og er búið að tjastla í það? Já, hann spýttist út taparnir, það var svo stórt. Er þetta ekki klassískasta dæmi það sem kemur fyrir á jeppahörðum? Jó, þetta er... Svo maður kerir lengi á þessu þá affelgar sko. Og þá er versnara. Koma 6 hjólin sér vel núna? Já, maður getur notað þetta núna sem varadekk. Gunnar 6 hjól neyddist til að keyra á 5 hjólum þar sem eftir að ferðarinnar, sem virtist þó ekki koma að stök. Ferðin gekk vel framan af fyrir utan eðlilegar festur hér og þar. Eitthvað virtust menn þó hafa ryðgað í hnútunum eða gleymt hnútapókinni heima. Þeir sem Sprengisand fara staldra oftast við í Versölum og fara yfir stöðu mála. Ég er búinn að fara fremstu bílum og tilbaka, það er svona kilometri í þá, það gengur hægt. En það er ekkert mál að keyra með maður sér. Eru þið komin upp í Nýjadal, veistu það? Nei, bara rétt upp fyrir Svartá, fremstu bílar. Það er svona 1/3 leiðin hérna í Nýjadal. Frá Versölum lá leiðin til Nýjadals. Eftir að ferðin hafði gengið vel til Versala, þurftu menn að hægja töluvert á leiðangrinum því að skyggni versnaði mjög þegar leið á daginn. Skipuleggjendur ferðarinnar notuðu hópakerfi til að auðvelda eftirlit með þeim rúmlega 100 bílum sem þátt tóku. Á leiðinni til Nýjadals urðu hóparnir að koma við á ákveðnum staðsetningapunktum
við Þveröldu, Svartá og Skrokköldu. Karl Sigurjónsson var einn af þeim sem höfðu eftirlit með hópunum við Svartá. Bara framhjá núna, þetta er 50 hópur sem kemur hérna. Fóru 3 áðan, hópar saman og þeir eru svona 10 kílómetrum hérna fyrir framan okkur hérna í þess átt. Og þetta er, sem sagt, svo kom einn hópur líka nú 4 áðan framhjá og þetta er 50 hópurinn sem er að koma. Og svo eru hérna, held ég allir komnir inn í Versali, síðasti hópur er komið þar inn. Og við erum svona 10 kílómetra frá Versölu núna. Og þeir eru einhvers staðar á leiðinni hérna. Skyggni skánaði með kvöldinu og voru horfu nokkuð góðar á að allir kæmust til Nýjadals á föstudagskvöldið. Veðrið lét heldur illa og þess má geta að samgöngur lágu að mestu leyti niður á landinu þessa sömu helgi. Leiðangosmenn höfðu staðið sig með afbrigðum vel þrátt fyrir afleitar aðstæður og ljósta bílarnir ásamt staðsetningatækjunum höfðu rækilega sannað gildi sitt. Það væri fróðlegt að velta fyrir sér hvernig forfeðrum okkar hefði reitt af með samskona búnað. Sem fyrr segir gekk ferðin hægt en nokkuð örugglega og hljóðið var gott í oddi formanni. Já, þetta bara gengið ótrúlega vel hingað. Það reynda gengið hægt, en svona hægt og sígandi. Það eina sem skikir á núna þessa stundina er það að það er einn hópur hérna fyrir aftan okkur. En ef hann væri hérna komin hingað þá væri ég hæstánægður. Og það sé fyrir það komast allir í Nýjadal núna í kvöld? Já, það er aðeins smá hlið núna. Þeir svo að Veðurstofunni fengið 3 til 4 tíma hlið núna ef hlið skyldi kalla og við reiknum með að við náum, ef svona heldur áfram, að við náum inn í Nýjadal á 4 tímum. Það var lítið vandræði, en hér var afhelgað og reyndu menn að sprengja dekkið á með starkasi, sem gekk ekki og var því nýtt dekk sett undir. Alla föstudagsnóttina tíndust hóparnir einn af öðrum inn í Nýjadal. Einnig komu nokkri bílar frá Akureyri, en hlutverk þeirra var að hafa umsjón með leiðangrinu norður. En hvernig gekk hjá norðamönnum? Nú komið þið að norðan. Hvernig gekk svo ferð? Mjög vel. Mjög vel bara. Hundleiðilegt veður, en það gekk mjög vel. Við vorum náttúrulega ekkert að berjast í rétt fjölda, við vorum bara á 5 bílum. Allir mjög vanir og að keyra í svona og þekkjum landið vel og við vorum gott fljóttir. Hvað voru fljóttir? Við vorum 7 tíma. Þannig að þið reiknið með sama tíma norður núna eða? Nei, nú vorum við náttúrulega að berjast í miklu meiri fjölda og við keyruðum í myrkrið sem er miklu betra. Þannig að það verður eitthvað verra niður úr, en ef að veðrið og skíkni helst eins og það er núna, þá gengur þetta vel, hef ég trúa. Færið er ágætt sko, það er alltaf leið með það. Hafið þið farið oft hérna yfir? Já, mörgu sinnum. Laugardagsmorgunum var boðið upp á veitingar og það lá vel á mönnum í morgunkaffinu. Og hvernig gekk ferðin? Hún gekk bara svona ágætlega. Hægt og sígandi, en með árangri þó, við erum komin hingað. Var mikið framúrkeyrslur og svoleiðis? Var það nokkuð? Nei, þetta var allt í mjög beinni og einfaldri röð og mjög skipulagt hjá okkur í F-hópnum. Mjög skipulagt. Sennast ekkert gaman? Nei, það var ekkert verið að spýtast neitt eða spæna. Allt í róli heitum. Ekki neinar uppákomur? Ykkar afhelganir eða neitt svona? Jú, eina afhelganir og náttúrulega festur og svona. Þetta er náttúrulega svo gengur og gerist í þessu. Í svona bil og menn sjá illa og allt á kafi snjó. En að öðru leiti bara óskup mennileg ferðamennska. Árla á laugardagsmótni leit út fyrir að menn þyrftu að bíða sig veðrið fram eftir degi, en eins og hendi væri veifað lagaðist veðrið
og ljóst var að leiðangurinn var kominn yfir erfiðasta hjallan og því fóru menn að rifja upp túrinn fyrir 10 árum. Upphafið af þessari ferð var það að við fyrir 10 árum síðan þá var farið í svo kallar Sprengisadtúr. Menn komast hingað fyrir Nýjadal til mikla varning og mikið kaos, en það komast allir hingað fyrir og svo erum við að frá að hverfa. Núna erum við að endurtaka leikinn, erum komin hingað, við erum bara að ná áfanganum og það lítur bara mjög vel út og við stefnum á Selland í kvöld eins og tilstóðu uppalega fyrir 10 árum síðan. Nú var það helviti svart framan af, bjuggust við jafnvel að þurfa að bíða hérna af ykkur storminn? Já, við erum búin að vera búast í því núna síðustu 2-3 daga. Það er búin að vera hérna handtökunætur og fleira og við erum búin að vera að hugsa og hringja veðurfræðing annað 3 tíma og fundum að fresta þessu ekki en það er erfitt, það er búin að skipa með 3 manna undirbúning, það er margir búin að taka fríi vinnu og við reyndum að gera þetta alveg eins fram að síðasta séns eins og tæpast forður. Við gerðum það, við fórum hingað, tókst. Hvernig gengur að metta mannskapinn núna? Þetta gengur rosalega vel. Veðrið er dottið niður og það hefur verið að gangsetja fyrstu hópa. Þannig að nú er að gera að belgja sig út af þjóðlegum hafragraut og fyrir ferðina. Þetta kemur til með að ganga vel til að gauðra. Varst þú búinn að fara hafragraut? Þá er að drífa sig, það er bar hérna frammi, brauð og áleggi. Endið að byrja að smyrja sér og... Þetta er mjög gott. Já, verðið er að góðu kúturinn minn, verðið er að góðu. Og takk svo sem með banana í næsti. Bara banana? Já. Hvernig leggst tíminn að leggja stað norður núna? Bara meira háttað eftir að hafa séð eftir þessum mennum. Ég er búinn að séð eftir úr hraunum og fylgja slóðanum og þetta er alveg leggst bara mjög vel í allan og við erum búin að taka erfiðast í hjallan. Það er betri leiði framöndan og halla niður undir. Engar svona mikla brekkur sko. Þannig ég held að vera engin vandamál. Morgunin voru bílarnir gerðir ferðafærir. Eldsneyti var athugað og snjór hreinsaður úr vélarhúsinu því annars gátu menn átt von á gangtruflunum. Fyrstu bílar fóru Nýjadal klukkan 11 og var stefna tekin á Réttarkot. Skyggni var gott en Kári blés duglega. Losa hjólið, það er það sem við ætlum að spá. Það var það skúpur. Þetta hitt að vera riflar báðum megin. Á leið til Barðadals mátti ekki miklu muna að illa færi þegar loftlæsing bilaði í afturdrifi. Þegar það gerist þá brotnar drifið yfirleitt sem er mjög alvarlegt mál. En komið var auga á bilununa í tæka tíð og bílavestaði slegið upp á miðju hálendinu. Fyrir nokkra lukku tókst viðgerðarmönnum að gera við drifið. Í sérstaka bolta þurfti til að ljúka viðgerðinni og þeir leyndust í vasa eins viðgerðarmannana. Áfram stefndi hópurinn til Réttarkots og gekk sú ferð mun betur en vonir stóðu til. Eina markverða hindrunin á leiðinni, ef hindrun skildi kalla, var heitur lækur
og var Halldór Jóhannsson einn þeirra sem leiðbeindi mönnum yfir þessa lúmsku snjóbrú. Segðu okkur nú hvernig farið að stjórna svona aðgerðum? Þegar komið að svona það sem heitir lækir eru, heitir uppsprettur, þá oft snjó ekki alveg niður undir jörð, þannig að það fyrstu bílar vilja oft pompa niður og þá annarkvort fyrstu bíl látinn aðeins reyna sig og sjá hvar sprungurnar myndast og svo þá þjappa bara snjórinn þar, vel og vandlega, bara mokaði með skóflum og búið til þannig að allir komist og þá gengur þetta vel fyrir sig. Þegar allt orðið hart og fínt, þá þetta bara að keyra þetta. Bara undirbúningsvinna. Gengur hans allt mjög vel. Hvernig óhægt koma það fyrir í svona aðgerð? Það helst þegar maður að fara inn á svæði þar sem heitirleikir að breyta sér. Þá veit maður að maður á von á heitirleikjum, keyrir rólega og svo bara allt í einu dettur framhendi niður. Það mismunandi mikið hvað dettur niður en menn hafi mist bíl alveg upp undir 2 metra niður á nefið. Þannig við erum ekki neitt í ferð þegar að svona aðstæðan koma. Þannig við vitum við förum að detta niður eða við vitum að við sleppum yfir en ef við erum slátnir yfir þá verður maður alltaf samt var við það og þá lögum við fyrir næstu bíla. Þannig að þá þetta ekkert vandamál. Eins og þetta orðið hér, hérna keyra menn fram hjá okkur hver eftir öðrum, þetta orðið ekkert mál. Önnur spurning, hvernig svafstu í nótt? Yndislega, maður svaf í bílnum, við erum með kojur í bílnum hjá okkur og við ruggum bara í svefn. Þetta var ljúft, heitt og fínt. Hér virtust menn hafa fundið hnútabókina, svo óhætt var að halda áfram. Aldrei hafði jafnstór hópur fjöldringsbíla farið við Sprengisand að vetri til, en Sprengisandsleið var allmikið farin fyrir þótt ætti væri það fáförullega Kjalveg, enda vegalengd milli byggða mun meiri og einnig lengra á milli áfangastaða. 2 jöklar liggja sandinum, Tungnafellsjökull fyrir austan og Hofsjökull fyrir vestan. Til gamans má geta þess að eldra nafn á Sprengisandi Gásasandur. Sem fyrr sagði gekk ferðin greitt til Réttakots og þegar eitthvað kom upp á var það lagað á skömmum tíma eins og hér þegar augablað brotnaði í afturfjöður. Það búin að vera hálftíma. Það búin að vera hálftíma þessu upplugs. Já, eitthvað sem þess. Vartur eftir? Já. Þetta búinn að klukkutíma. Svo náðu ykkur aftur? Áður en komið var niður að hálendinu, tóku ferðalanganir á sig krók til að koma við í Réttarkoti og fá sér heitt kakó. Svo var skrifað í gestabókina, úti fyrir var líka skrifað, þar var farið yfir stöðum mála og hópar taldir inn. Við erum aðeins að gefa í leiðin norður, við erum aðeins eftir áallu. Það er það? Já. Já, hvað er anskotir? Já. Við náðum á auðhópurinn kom. Já, ég legg ekkert upp úr því að vera fyrstur, sko. Ingimar, þú er búin að vera mikill undirbúningur hjá eitthvað fyrir norðan, lýstu því aðeins fyrir okkur? Já, það fóru nokkri bílar á móti í gær í Nýjadal og við komum hérna á einum 8 bílum hingað í gærkvöldi og gistum og lentum í sama veðrinu og þið, en það hafðist allt, hún konur hérna miðnætti. Nú síðan er dagurinn í dag bara búin að vera að undirbúa þetta, hita hérna kakó og laga til og... Er gott samstarf milli Sunnlendinga og Norðlendinga? Já, ég hef nokkið orðið var við annað. Við sendum alltaf fréttir í fréttabréfið og fáum það náttúrulega, þegar við erum bara deild úr aðalfélaginu. Það hefur gengið allt ljómandi vel. Nú voru þeir að koma að sunnan hingað norður. Ætli þið að svari sömu mynd einhvern tímann? Já, það var nú haft orðið hérna í gærkvöldi að við erum nú sennilega fjölmenn eftir 5 ár. Ef þið ætlaðu að koma á 10 ára fresti, þá kemur við líka á 10 ára fresti með 5 ára millibili. Það væri ágætt að prófa það.
Hvað það sem dregur menn á fjöll? Já, það nú erfitt að útskýra það. Maður leggur af stað og svona veit nú ekki hvað maður að fara, kannski í byrjun. En svo heillar það mann þegar maður kominn út á þjóðveginum og fer að svona líti kringu sig. Og það það sem svona erfitt að útskýra. Þetta gaman að þessu, að vera frjáls svona í náttúrunni. Og það svona friður sem maður fær út úr þessu. Þegar komið var niður á hálendinu stóð til að spurja Gunnar Sexjól hvernig gengið hefði að keyra bílinn á einungis 5 hjólum yfir hálendið. En eitthvað gekk tökumönnum illa að finna Gunnar og tóku rangan mann í viðtal. Þú ert örugglega fyrsti 5 hjólabíllinn sem við farið hérna yfir, eða ekki? Jú, það ábyggilegt. Hvernig gekk að vera bara 5 hjólum? Já, þú voru að spyrja ökumann að því, en mér sýndist honum ganga mjög vel. Já, þú ert á hvítabíl. Hvernig gengur að keyra á 5 hjólum? Það er bara vel. Hann hafa sér aðeins öðruvísi en það er allt í lagi. Hóparnir kom í röðun niður á hálendinu en síðasta hópnum gekk þó erfiðlega að komast til byggða þar sem festing brotnaði undir einu bílanna. En það hafðist allt fyrir rest og hópurinn kom til Akureyrar klukkan 2 aðfaranótt sunnudagsins. Klukkan 10 á sunnudagsmorgunin var haldin bílasýning á Akureyri. Fjöldi heimamanna sótti sýninguna, þó ekki hafa allir verið jafn áhugasamir. Hvernig gekk maður að komast til Akureyrar? Það gekk ágætlega. Maður var ekki var við neitt. Það var bara næstu því bara að sprauta. Svo leiði, sko. Það leit nú ekki vel út morgunin. Nei, það leit illa út morgunin, en það var það mikill raki og snjórinn þjappaði svo vel að það var ekkert mál, sko. Það var verra að komast inn í Nýjadal. Þá lentum við þarna í mjög slæmum snjópytti og meira að segja músóin var bestistar. Það var mjög erfitt að komast út úr því. Við vorum þá svona 100 metra frá leiðinni, sko. Þá snérum við og bara alveg og fórum inn á þessum kölluðu varaleið. Hvernig nú ferðandinn í svona ferð? Hann mjög góður. Hann alveg meiri áttar. Ég þekkti nú engan af þessum hóp sem að ég fyrir, sko. En þetta verða góðu kunningjar, sko. Stóðu vel saman í þessu, sko. Og ég bara meiri áttar gott, sko. Og þetta byggist á góðu félagsandæði? Já, gagnvart í að hjálpa hver öðrum ef það eru festur og við það menn þurfa að vinna saman eins og þetta var blind tríð, það sást alltaf hútið á bílunum, sko, og bílarnir voru bara með hassardið á og í afturljósin sást ekki, sko, en hassardið sást svona aðeins lengra, það sást þá svona eins og eina bílan fram fyrir bílinn, þá rétt sá maður hassardið á næsta bíl fyrir framann. Og þetta náttúrulega mátti ekki muna miklu þegar við sitt snarstoppa því það var stutt í að keyra aftan á. En ánægði með túrið? Já, mjög ánægði með túrið. Alveg meiri háttar, sko. Þetta verður svo aftur eftir 10 ár. Ég legg til að við hrópum öll ferfalt húrra núna fyrir þessar ágættu ferð okkar. Ferði lengi lifi! Húrra! 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 Það var vel fagnað í lokin, enda í fyrsta skipti sem svo stór hópur kemst yfir íslenska hálendið að vetri til. Sprengisandsferðin 1997 er mikill sigur fyrir alla íslenska jeppamenn,
sem sanna svo ekki verður vilst að fjöldri spilar gegna mikilvægu hlutverki í samgöngumálum þessa lands sem svo örðugt yfirferðar. Gerð þessa þáttar.